Já, við ætlum að fara í tæknilega tengiskilamála og við þurfum að fara í ákveðin hugtök sem að tengjast þessum rafkerfum og það er Senelec sem hefur samræmt skjöl í þessum tilgangi og það er hérna verið að reyna að staðla þessar mismunandi gerðir af rafkerfum og átta sig á því hvaða gerð er hvað. Og við þurfum að fara í gegnum ákveðna bókstafamerkingar hérna. T, sem sagt, stóra T, það stendur fyrir að einhver punktur í kerfinu, venjulega núllpunkturinn, hann er tengdur við jörð. T stendur fyrir terre, sem er franska, sem þýðir jörð. I, það er stórt I, það er spennuhlaðandi hlutar, er annarkot allir einangraðar frá jörðu eða einn punktur kerfisins, venjulega núllpunkturinn, jarðtengdur í gegnum viðnám. Það er í rauninni í virkjunum, þar sem að rafali er tengdur með 0 í gegnum viðnám til jarðar. Það er til þess að fylgjast með hvort það er einhver útleiðsla í rafalum. Og ennið, það er svo sem enn, það er miðleiðirinn eða endhöfuð blár, núllleiðirinn sem við kallum, en þetta rauninni kemur frá frönsku sem er þá nature eða núllið. Það kemur þaðan. Nú, ef að við erum með sem sagt 2 bókstafi í nafni á þessu, eins og TN-kerfið eitthvað slíkt, þá er sem sagt T stendur fyrir beina tengingu sterklegra hluta eða tækja búnaðar við jörð óháð jarðtengingum annars staðar í kerfinu, hvort það er jarðtengingum sérskaut eða eitthvað slíkt. Ennið þá er beintenging snertanlegar hlutatækja á búnaðar við hinn jarðtengjapunkt kerfisins, jarðtengjapunkt. Og þannig að bókstafir sem að bætast við og sýna hvernig N-leiðari og varnarleiðari eru notaðir í kerfinu, þá kemur þetta svona fram að S, þá er þetta hlutverk núllleiðarans og varnarleiðarans, þeir eru aðgreindir í sérstökum leiðara. Við getum kannski hugsað okkur að S sé svona eins og fyrir separate eða aðskilið. Þá er það sérstakur leiðari, það er líka undirstrikað hérna S. Og C, þá er það í rauninni sameiginlegur, það er hlutverk núllleiðara og varnarleiðara, sem sagt jarðarinnar. Það er sameinaður í einum leiðara eða protective earth neutral, sem sagt PEN-leiðaran, sem er gulgræn. Þannig að þá getur maður líka að hugsa sér að C væri common eða sameiginlegur leiðari, núllið og jörðin. Og þeir eru það oft. En sem sagt að TN-kerfi er þá þannig að þar er einn punktur, venjulega núllpunkturinn, tengdur beint við jörð. Og snertanlegir hlutir tækja og búnaðar eru tengdir þeim punkti með sem sagt varnarleiðarum eða þessu gulgræna jarðvír. En þá sjá eftirfarandi myndir með mismunandi TN-kerfi. Þar sem við erum með hérna, 0 tenginguna á spenni eða rafala, tengda hérna niður í jörð. Og þannig að berir leiðandi hlutar á tæki, það tengist í PE-leiðaran, þessu gulgræna leiðaran. Núllið er blár og það er rauninni þá mismunarstraumur sem fer í gegnum hann til núllsins á rafala eða spenni og svo er öðru leyti þriggjafarspenna spenna hér. Þannig að þetta er TNS-kerfið sem að þýðir það að þeir eru alveg aðskildir alla leið, sem sagt separate aðskildir. Það er sérleiðari, núllleiðarinn og jarðleiðarinn. Það er alveg 2 sér aðskildir leiðarar, alveg frá spennistöð eða rafala og að rafkerfinu sem er notandinn.
Og þannig að þetta TNS kerfi og N-leiðari og P-leiðari aðgreindir í öllu kerfinu. Og næsta myndin sýnir okkur að hér erum við með TNC kerfi þar sem að það eru sameinaðir í einn leiðara P, E og N. Þannig að leiðandi hlutar tækis, sem sagt tæki sem jarðbundið, að það myndi þá tengjast við þennan PEN leiðara. Það þá gulgrænt líka. En svo bara 3 fasar notaðir inn á viðkomandi tæki. Þetta kerfi líka algengt. En síðan kemur hérna TNC-kerfi þar sem að breytist úr C-kerfi yfir í S-kerfi. Núllleiðari og varnarleiðari eru sameinaðir í einum leiðara í öllu kerfinu. Það var þetta hér, sko. En svo komum við með nýtt kerfi hérna, þar sem við erum með TNCS-kerfi. Þetta TNCS-kerfi og það var að hluta til, það var sameiginlega leiðari, það PEN-leiðari og þar til að hann verður að 2 leiðarum hérna í S. Separate, aðskilið. Hér sameiginlegur PN að tækjum og það jarðbundið hérna í umgerð á tækjunum. 3 fasar koma hérna inn. Síðan breytist það yfir í þá einhver annari töflu að þá núllað í töflunni og það sér leiðari sem N-leiðari og hann þá hérna með mismunarstraum frá mismunandi fösum og PN gulgræni leiðarinn heldur áfram sér. Og N-leiðarinn, það núllið og það blátt og það tengist hérna áfram. Og hérna breytist það sem sagt úr C yfir í S. Úr þessu hérna, C, sameiginlegt, yfir í S. Separate, aðskilið. 0 og P. Svo að þá skoðum við aðeins hérna fleiri gerðir. Að hér TT-kerfi, það einn punktur tengdur við jörð og snertanlegir hlutir tækja og búnaður tengdir sérstöku jarðskauti sem óháð jarðtengingu kerfisins. Það bara tengt hérna jörð hér og jörðin hérna tengt í núllið. En svo bara núllleiðari sem að flytur mismunarstraum frá einfasálögum tilbaka hérna. Þannig að það TT-kerfi. Síðan höfum við IT-kerfi, þar sem að viðnám tengt við núllið og tengt gegnum viðnámið til jarðar. Og þá hægt að fylgjast með ef eitthvað sem sagt útleiðsla með því að finna hvort það spennufall yfir þetta viðnám. Og þá gengið þannig frá því að berir leiðandi hlutar tækja eru þá tengdir í jarðskaut. Þannig að þetta í T-kerfi. Þá finnst hvergi bein tenging milli spennukerfisins og jarðar, sem sagt hérna. Og af því að þetta tengt í gegnum viðnámið. Snertanlegir hlutir tækja og búnaður eru tengdir við jarðskaut. Það þetta hér. Ok. Og síðan kynnið ykkur náttúrulega hvernig þið gengið frá jarðskautum og slíkt. En svo hérna dæmum hvernig að merkingar og litir eru notaðir. Núllleiðarinn blár alla leiðina. Hérna höfum við dæmum TT-kerfi. Þar sem að allt jarðbundið hérna, allir gulgrænilegarnir koma inn á sama skinnu, skinnu, en núllið tengt hérna áfram. Og síðan, já, þannig að við fáum hérna fasan, hann brútt hérna frá mælunum yfir í alla sjálfurinn hérna í töflunni og núllið kemur hérna tilbaka með mismunarstrauminn.
Og þannig að hér sér skaut og heitir sökkulskaut sem sagt. Þannig að allir leiðandi hlutir tækja það spennujöfnun á milli allra röra og síðan þetta tengt í sökkulskaut. Það er TT-kerfið. Og svo hefur við hérna aðra útfærslu þar sem við erum bara með ekki 0 heldur við erum með 2 fasakerfi eða það notað bara 2 fasar af 3 frá heimtauginni og hérna líka TT-kerfi vegna þess að við erum með jörð tengda í alla umgerðir tæki sem eru með málm til dæmis, málmumgerð og síðan spennu jafnað út í baðherbergi og í allar vatnslagnir. Svo höfum við hérna TNCS, þannig að það gerir sameiginlega leiðari PEN sem að kemur frá heimtauginni inn á PEN-skinnuna en þaðan breytist það í að það er sérleiðari hérna 0 sér, það hefur verið hérna blátt og jörðin er hérna gulgræn sem fer í allar greinar. Þannig að töflunni inn á skinnuna er það TNC-kerfi sem að breytist yfir í S, sem sagt aðskilið, separate, 0 og jörðin eru aðskilin eftir það. Og þetta er það sama, TNCS, og hér eru bara 2 leikustundslóðar fyrir 2 greinitöflur kannski og afmælirinn, sem sagt kilóstundamælirinn, hann tekur í gegnum sig það 0 og fasan. Og þannig að 0 tengist hérna frá PN-skinnunni og þarna verður aðskilnaðurinn frá sameiginlegu, það er þessari leið hérna frá heimtauginni, sem sagt PN yfir í 0 sér og jarðtengingarnar sér. Og hér höfum við enn eina útfærslu að þá erum við með fleiri mæla og við erum með jarðtengiskinnuna hérna, PN-skinnuna og aðra 0-skinnu hérna fyrir fleiri mæla og síðan koma 0-skinnur fyrir hverja töflu eða hverja grein. Og síðan er hérna mjög svipað. Hér höfum við TNCS-kerfi líka. Og hérna erum við með sér leikustundslóða fyrir hverja greinitöflu fyrir sig frá sitt hvoru mælinum. Og hérna erum við með 0 hérna sem sagt og 0-skinnu og sem að við tengjum þá 0 inn á jarðskinnuna hérna. Því að það er því að sem sagt C er sem sagt sameiginlegt common hérna frá heimtauginni og svo aðgreinist það hérna í jarðtengiskinnu og 0-skinnu. Svo að þetta er allt saman bara mismunandi útfærslur á TNCS-kerfið. Og þá getum við líka séð hvernig þetta væri skipt til dæmis í blokk, að þá væru hérna íbúðir, þær væru að fá frá hverju mæli fyrir sig og í hverju íbúð væri greinitafla og þar væri þá leikastjórasofi fyrir hverja íbúð og sjálfur og hérna er fyrir sameignina í aðaltöflunni þar sem allir mælarnir eru og leikastjórasofi. Og það er þá líka fyrir sameignar greinarnar, það er líka 0-skinna og svo jarðskinna
fyrir náttúrulega sameindina og síðan fara út í hverja kvísl hérna eða út í hverja greinitöflu, þá fer náttúrulega jarðtengi leiðari líka jafn sver, hérna tíkvarð. Og svo spennujöfnun á öllum hlutum hér og en hér sem sagt sameiginlegur PEN strengur sem að kemur sem sagt með heimteginni. Og þá það C-kerfið hérna en S eftir að búa að aðskilja núllið og jörðina. Þannig að þetta bara mismunandi útfærsla. Allt saman þetta þá TNCS sem verið að sýna hérna með mismunandi frágangi. Þannig að þá held ég að við séum búin að aðalatriðið þetta eru mismunandi kerfi. Það sem sagt TT, IT, TNCS kerfi. Þetta eru aðalega þessi kerfi sem við þurfum að kunna einhver skil á. Og þetta eru bókstafir, hvað þýða hérna og þið hafið þá aðgang að þessu innunni undir efni. Þannig að þá ætlaði ég ekki að hafa þetta lengra yfir tæknilega tengiskilmála að sinni. Það heldur bara að sjá hvernig staðan hjá ykkur að öðru leyti.